á ánægju íbúa með þjónustu Reykjavíkurborgar og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það árlegur viðburður að ræða þjónustukönnun Capacent fyrir Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög og ég á von á því að umræðan í ár verði kannski lengri og ítarlegri en áður. Auðvitað má segja að könnunin sé sú sama og hefur verið rædd hér ár eftir ár. Það nefnilega þannig að þessi könnun hefur verið gerð að minnstakosti frá 2008 með sambærilegum hætti og hún gerð nú. Og öll þessi ár að þá gefa íbúar annarra sveitarfélaga upp meiri ánægju og minni óánægju með sín sveitarfélög heldur borgarbúar gera varðandi Reykjavík. Það hefur þess vegna verið sérstaklega kannski framan af teknar margar og ítarlegar umræður hér í borgarstjórn hvernig ég leggja þetta út. Því að dæmin sem hafa kannski verið augljósust, til dæmis af menningarmálum, að þar hefur Reykjavík verið að mælast lægri í ánægju íbúa varðandi menningarframboð heldur en sveitarfélög sem standa nánast ekki fyrir neinni menningarstarfsemi. Og þess vegna hafa bæði fræðimenn og aðrir velt vöngum yfir því hvernig ber að skýra svörin. Ein kenning sem að þáverandi borgarstjóri Hanna Birna Kristjánsdóttir sótti til Gunnars Helga Kristinssonar, prófessor í stjórnmálafræði, var meðal annars fjallað í bókinni Staðbundin stjórnmál og fjallaði það að íbúar þeir hefðu meiri tengingu við minni einingar og minni samfélög og gæfi þeim þessuna hærri einkunn. Og það má segja að þessu sinni hafi Reykjavíkurborg ákveðið að kanna þessa kenningu prófessorsins með því að spyrja ekki bara eða taka ekki bara þátt í hinum hefðbundna spurningavagni með öðrum sveitarfélögum heldur spyrja líka afstöðuna til einstakra hverfa. Og viti menn, ánægjan innan einstakra hverfa með þjónustuna í viðkomandi hverfi meiri heldur en ánægjan með Reykjavíkurborg í heild sinni. Ég ætla að fara aðeins betur yfir þetta hér rétt og eftir, en fyrst að þessum meginniðurstöðum sem hafa verið ræddar síðustu árin. Ég tek eftir því að í pólitíkinni, frekar en annar staðar, í pólitíkinni að þar horft á þessa kvarða og ég sé hér á Facebook að Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis að dreifa þeirri mynd sem kemur líklega verst út fyrir Reykjavík. Það að segja, það einn af einhverjum en tiltölulega fáum mælikvörðum þar sem að ánægjan mælist minnst með Reykjavík. Það ekki spurningin þar sem spurt heilt yfir hvernig ertu ánægður eða óánægður með sveitarfélagið sem þú býrð í, heldur ertu ánægður eða óánægður með þjónustuna sem sveitarfélagið veitir. Þar mælist Reykjavík með minnstu ánægjuna. Og sem athyglisvert að við mælumst neðst í einhverjum flokki, en meginniðurstöðurnar engu síður þær að þegar farið yfir alla þessa flokka sem verið að mæla að þó að Reykjavík mæli sums staðar neðst að þá eru sveitarfélögin almennt að fá nokkuð háa einkunn hjá sínum íbúum, satt að segja, sem sést til dæmis ágætlega á því að það sem hefur verið flaggað að íbúar Reykjavíkur segist ekki vera eins ánægðir með Reykjavík eins og önnur sveitarfélög, að það eru engu að síður 79% sem segast heilt yfir vera ánægð með Reykjavík sem stað til að búa á. Þegar spurt hverfi, ertu ánægð með hverfi sem þú býrð í, eru 89% að meðaltali ánægð
með hverfið sem að borgarbúar búa í. Og hæstu hverfin, Laugardalur og Vesturbær, eru hærri eða á pari við þau sveitarfélög sem skora hæst í könnuninni á landsvísu. Og jafnvel þó við leyfum okkur að taka neðri töluna, þar að segja 79% ánægju, að þá held ég að ríkisstjórnin væri býsna ánægð með slíka einkunn, eða bara einhverjir aðrir sem að væru að mæla ánægju með eitthvað. Það sem skiptir kannski meira máli heldur en samanburður á milli sveitarfélaga er þróunin yfir tíma. Gildi kannana vex eftir því sem eru lagðar oftar fyrir og núna þegar þessi könnun hefur verið lögð fyrir nokkurn veginn eins frá 2008 að þá fer þróunin yfir tíma að skipta máli. Og það sem er athyglisvert er að þó að það sé ekki án undantekninga að þá er tilhneigingin sú að fólk er ánægðara með þjónustuþættina. Ef við skoðum þróunina frá 2010 þá er svona vaxandi ánægja með þróun þjónustunnar og hlutfall þeirra sem eru óánægðir er líka að minnka. Þetta er auðvitað ekki sambarilegt í hverfunum vegna þess að þar höfum við bara fengið niðurstöður í 1 ár. En niðurstöðurnar verða ennþá athyglisverðari þegar við greinum þær niður eftir því hvort að sá sem svarar noti raunverulega þjónustuna. Við skulum taka dæmi af þjónustu skólana. Þar erum við með heildarniðurstöðu Capacent sem er svo að 51% borgarbúa segjast vera ánægðir með þjónustu grunnskóla Reykjavíkur. 58% segjast vera ánægðir með þjónustu leikskóla Reykjavíkur. Þegar hins vegar eru skoðaðir þeir sem eru með börn í þjónustu grunnskólana, að þá hækkar hlutfallið úr 51% í 67%. Og þegar skoðaðir eru þeir sem eiga börn á leikskólum, að þá hækkar hlutfallið úr 58% í 76%. Þeir sem eiga börn á leikskólaaldri eru að 3/4 ánægðir með þjónustu leikskólana. En það sem er ennþá merkilegra er að við eigum reyndar kannanir sem við gerum á hverju ári þar sem spurt er leikskólan sem barnið þitt er í. Því að þessar tölur, þessi 67% og 76% ánægja, eru spurt, þá er verið að spurja þá sem eiga börn í leikskólum og grunnskólum skólakerfið í heild í Reykjavík. Þegar við spurjum hins vegar, ertu ánægð eða ánægður með leikskólan sem barnið þitt er í, að þá er ánægjan 93%. Foreldrar leikskólabarna í Reykjavík eru 93% þeirra eru ánægðir með leikskólan sem barnið þeirra er í. Ef þeir eru spurður leikskólana í Reykjavík í heild, þá eru þeir ekki að vissir og segja 76% vera ánægðir. En þegar bara einhver Reykvíkingur er spurður leikskólaþjónustuna í borginni, þá eru 50% sem segist vera ánægðir með hana. En 93% þeirra sem raun og veru eru spurður út í leikskóla barnanna sinna. Þannig að það er greinilegt að þeir sem eru með börn á leikskóla telja upp til hópa að leikskóli barnanna sinna sé mun betri heldur en allir aðrir leikskólar. En þetta er meðaltali fyrir borgina, áttuðu ykkur á því, kæra borgarstjórn, þannig að við getum verið gríðarlega stolt af niðurstöðunum varðandi leikskólana. Þegar kemur að grunnskólunum er niðurstaðan svo svipuð vegna þess að þegar foreldrar eru spurður út í grunnskólan sem börnin þeirra ganga í, þá eru 89%. 89% eru ánægðir með þann grunnskóla. Miðað við skóla Vogina 2013 til 2014.
Þetta hefur aðeins sveiflast varðandi grunnskólann, fór niður í 80% og þetta er ein hæsta talan sem við höfum fengið varðandi ánægju foreldra í skólum. Þannig að líklega þarf að lesa þessar kannanir svolítið saman og ég tek eftir því að oddviti Sjálfstæðisflokksins Halldór Halldórsson hefur verið að reyna að gera sér mat úr því að ég hefði nefnt það, það hefur verið haft eftir mér í fréttum í gær að Reykvíkingar væru kröfuharðir, kannski í samanburði við aðra í þessum könnunum. Og kannski voru þetta óvarleg ummæli, en það sem ég var með í huga var einmitt sveitarfélögin sem gefa menningun í eigin sveitarfélagi mjög háa einkunn, þó að menningarstarfsemi sé næsta lítil af hálfu sveitarfélagsins, sérstaklega í samanburði við menningarframboði hér. Og hitt dæmið sem er eiginlega ennþá meira haldfast, sem er það að íbúar á Seltjarnarnesi eru ánægðari með þjónustu við fatlað fólk heldur en íbúar í Reykjavík. Jafnvel þótt að Reykjavík sinni þjónustu við fatlað fólk í báðum sveitarfélögum, nákvæmlega eins. Þetta segir okkur bara það að fólk svarar mismunandi, það eru gerðar mismunandi kröfur og ég held að Reykvíkingar, þó að samanburðurinn við Seltjarnarnes er kannski ekki sanngjarnt að þetta eru nú bara nágrannar og nánast búið í Reykjavík, en svörin af ýmsum ástæðum eru þannig að Reykjavík skorar kerfisbundið lægra, jafnvel á þjónustusviðum þar sem við erum með mikla þjónustu en sveitarfélög jafnvel litla sem enga. En af hverju erum við að gera þessar kannanir? Jú, það er vegna þess að það er gagnlegt fyrir okkur að sjá hvernig svörin þróast. Þótt svo að aðferðafræðilegu munur geti verið þannig að það sé erfitt að bera saman milli sveitarfélaga, þá getur verið mjög áhugavert fyrir okkur að sjá hvernig tölurnar varðandi Reykjavík og núna einstök hverfi þróast yfir tíma. Það er þess vegna áhugavert að sjá að ánægjan á vissum sviðum eins og með skipulagsmálin og aðra þætti sem að mældist mjög lágt er að þróast í jákvæða átt, en áhyggjuefni að óánægjan og áhyggjurnar af þjónustu við fatlað fólk er að aukast. Það er áhyggjuefni og það eigum við að taka alvarlega. Það sem hallar á, það þurfum að skoða betur. Og þetta kallast á við aðrar kannanir sem við höfum verið að gera og tengjast málaflokki fatlaðra og auðvitað eigum við að nýta þessar kannanir í að gera betur, taka þær alvarlega og láta þær leiða til umbóta. En ég vonast eftir mikilli og áhugaverðri umræðu þessa kannun. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég vildi nú gjarnan geta sagt það að þessi skoðanakönnun gefi okkur einhver jákvæð og góð skilaboð. Þessi könnun gefur okkur skilaboð en þau eru því miður ekki jákvæð. Þau virðast hvergi vera jákvæð nema bara á heimasíðu Reykjavíkurborgar, þar sem að öllum samanburði er sleppt. Þessi skoðanakönnun byggir auðvitað einungis á þessum samanburði, á þeirri þjónustu sem að fólk er að segja frá í sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er gildi hennar. Hún hefur eiginlega ekkert gildi nema akkurat það. Og það verður að segjast eins og að það er ekkert að segja annað en að sú niðurstaða er hrakleg útreið. Það er ekkert annað hægt að segja. Þegar að borgarstjóri var hér að fara yfir það hvernig nú í fyrsta skipti farið yfir hverfin sem er líka áhugavert og ágætt að fara aðeins yfir það, þá datt mér í hug að það væri nú kannski þá eðlilegt að þessi skoðanakönnun færi til hverfanna og að í hverfum borgarinnar væru haldnir opnir fundir þar sem að þessar niðurstöður væru kynntar og að hverfisráðin hefðu það að segja, myndu hreinlega að skoða, myndu hreinlega að stjórna því og skipuleggja þessa fundi. Og ég þess vegna hripað hér á blað hjá mér sem ég get þá senda áfram
En það væri þá tillaga í þessa veru sem að ég svona var að hugsa meðan að borgarstjóri var að tala, sem að veri þá á þessa leið. Lagt til að haldnir verði opnir fundir í hverfum borgarinnar þar sem farið verði yfir þjónustukönnun Capacent, hverfisráð, skipuleggi og standi fyrir fundunum. Vegna þess að hér eru margar upplýsingar, miklar upplýsingar sem auðvitað koma hverfum borgarinnar gríðarlega mikið við. Og það er ekkert launungamál að það er ákveðin hverfi sem að koma bara hreinlega mjög illa út úr þessari skoðanakönnun og gefa okkur alveg skýr skilaboð þá miklu óánægju sem að með þá þjónustu sem að þessi hverfi sum hver eru að fá, og þá er það aðalega hverfi Grafarholt Úlfarsárdalur sem að að fá gríðarlega vonda einkunn hér hjá þeim sem að taka þátt í þessari skoðanakönnun. Miðborgin fær að hluta til það sama þegar kemur til dæmis að skipulagsmálum. Þannig að það er ágætt að fólk sjáu það hvernig þetta stendur og getur þá komið og lýst í hvernig það er tilkomið að sum þessi hverfi að fá svona slæma niðurstöðu. Borgarstjóri sagði hér að það væri athyglisvert að við mælust einhvers staðar neðst, og í annarri setningu sagði hann að við mælum sums staðar neðst. Það er náttúrulega óskeikja af hálfu borgarstjóra að við mælum sums staðar neðst. Spurningarnar sem spurðar voru, þær sömu og spurðar hafi verið undanfarin ár, eru 12. Í 8 tilfellum, niðurstöður 8 spurninga leiða til þess að Reykjavíkurborg er í neðsta sæti. Ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur í neðsta sæti í samanburði við 19 stærstu sveitarfélög landsins. Er það sumum 8 af 12? Er það eitthvað sem er svona mælumst neðst einhver staðar eins og borgarstjóri orðaði það? Ég held ekki, og ég held að þessi skoðanakönnun sýni algjörlega óviðunandi niðurstöður fyrir okkur og auðvitað fyrir borgarbúa í heild sinni sem hafa væntanlega svarað af sömu samvisku sem það er gert á undanförnum árum. Þegar spurt í heildinni litið hversu ánægður eða ánægð ert þú með sveitarfélagið sem stað til að búa á, þá erum við í 16. sæti. Þegar spurt skipulagsmál almennt í sveitarfélaginu, erum við í 18. sæti. Þegar spurt gæði umhverfisins í nágrenni við heimilið þitt, erum við í neðsta sæti. Þegar spurt þjónustu við barnafjölskyldur, erum við í neðsta sæti. Þegar spurt þjónustu við grunnskóla sveitarfélagsins, erum við í neðsta sæti. Þegar spurt þjónustu við leikskóla sveitarfélagsins, erum við í neðsta sæti. Þegar spurt afstöðu til íþróttaiðkunar sveitarfélagsins, erum við í neðsta sæti. Þegar spurt það hvort þú séð ánægð eða ánægð með þjónustu við eldri borgara sveitarfélagsins, erum við í neðsta sæti og var hægt að komast mikið neðar en það. Og þegar spurt þjónustu við fatlað fólk, erum við í neðsta sæti. Og best komum við út þegar spurt menningamálin, þá lendum við í 15 af 19 og þegar spurt sorphirðu lendum við í 17. sæti af 19 og síðan það þegar spurt þjónustu sveitarfélagsins í heildina litið, bæði út frá reynslu þinni og áliti, þá erum við í neðsta sæti. Þetta er ekki skemmtilegu lesning og þetta er ekki bara einhver staðar eða sumstaðar. Þetta er í miklu meiri hluta þeirra niðurstaðna sem við horfum upp á í þessari þjónustukönnun. Og ég held að hverfin eigi fullan rétt á því að fá upplýsingar það hvar þeirra afstæð í þessum efnum. Það er mjög athyglisvert líka að skoða hér á öftustu síðum þessara skoðanakönnunar hvað það er sem að þeir sem að taka þátt í könnunni telja að Reykjavíkurborg þurfi helst að bæta í sínu umhverfi. Að því að borgarstjóri sagði hérna áðan að skipulagsmálin væru uppleið og það væri sem betur fer og það væri betur svo væri. En það sem að þarf að bæta þjónustu í fyrsta sæti samgöngumál 33%. Öðru sæti 25% umhverfismál. Endurvinnsla og sorphirðumál eru 13%, íþróttur og tómstund 10% og göng- og hjólreiðastígar, stuðningu við bíllausan lífstíl eru 8%. Almenningssamgöngur 4%. Skipulagsmál eru 7%. En ef við förum og skoðum hvar skipulagsmálin standa í þessum efnum og þá flétti ég hérna bara þessari skoðanakönnun og bið borgarfulltrúum að sýna þolinmæði með ég finn þann stað þar sem að verið að fjalla skipulagsmál. Þá stendur hún hér í þeim punktum, minnispunktum sem að Capacent setur í þessa könnun þar sem að þeir eru að lýsa svona því sem að
þessi skoðunarkönnun leiðir til. Meðaltal Reykjavíkur lækkar 0,1% á milli ára sem ekki marktæk breyting þegar spurt skipulagsmál almennt í sveitarfélaginu. Þannig að það nú ekki rétt, eins og framkom hér áðan, að við værum að standa okkur einhverju leyti betur þegar kæmi að skipulagsmálum. En það var rætt hérna áðan það hvaða breytingar það hefði í för með sér þegar fólk væri spurt sem eru raunverulega nýta á þjónustu sem verið að spyrja. Og það verið taka hérna fyrir grunnskólana og leikskólana sem að því miður í heildina fá lægstu einkunn af 19 sveitarfélögum landsins og við erum að tala sveitarfélög sem við teljum okkur að vera að gera miklu betur og ég ætla ekki að telja þau upp. En það til dæmis hér spurning það, hversu ánægður ertu með þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu? Og þeir sem eru ekki að nota eða eru ekki að nýta þessa þjónustu. Þegar spurt hefur einhverjir náinn fjölskyldumeðlimur nýtt þjónustu eldri borgara hjá sveitarfélaginu á síðustu 12 mánuðum. Og þeir sem eru óánægðir með þetta eru fyrst og fremst þeir sem eru að nýta þessa þjónustu. 47% af þeim eru óánægðir, en einungis 34%, en þá alveg nóg, af þeim sem eru ekki að nýta þessa þjónustu. Og það sama kemur út af þeirri spurningu þegar spurt fatlað fólk. Það sem spurt líka, hefur þú eða náinn fjölskyldumeðlim nýtt þjónustu við fatlað fólk hjá sveitarfélaginu síðustu 12 mánuðum. Og þá náttúrulega kemur ljós að 53% þeirra sem hafa nýtt sér þessa þjónustu eru óánægðir, en þeir sem ekki hafa nýtt sér hana eru ekki með slíkan óánægjustuðul, þeir eru með 38%. Þannig að það nú akkurat þeir sem eru að nýta þjónustuna sem að lýsa hér í þessum tilfellum gríðarlegri óánægju með það hvernig að þessari þjónustu staðið að hálfu Reykjavíkurborgar. Og það væri náttúrulega ágætt ef að Reykjavíkurborg reyndi nú einu sinni að taka mark á þessu og það spurt í fyrsta skipti nú sorphirðu og þar auðvitað lendu líka lægra heldur en almennt eða meðaltal 19 stærstu sveitarfélaga landsins. Ég sem sagt boða þessa tillögu hér kynningu á verkefninu og get sent forseta það í tölvuformi, tölvutæku bara eftir augnablik og óska eftir því að hún verði tekin til umfjöllunar með afbrigðum eins og vænta má. Ég ætla að lesa bókun okkar hér við þennan lið og hann svofellt með leyfi forseta. Reykjavíkurborg fær hraklega útreið í þjónustukönnun Capacent. Þegar spurt þjónustu við barnafjölskyldur, eldri borgara og fatlað fólk lendir Reykjavíkurborg í neðsta sæti í samanburði við 19 stærstu sveitarfélög landsins. Sömuleiðis lendir höfuðborgin í neðsta sæti þegar spurt þjónustu grunnskóla, leikskóla, sorphirðu og aðstöðu til íþróttaiðkunar. Þetta niðurstaða þjónustukönnunar sem byggir á spurningu sem lagðar voru fyrir borgarbúa og íbúa annarra sveitarfélaga. Reykjavíkurborg lendir einnig í neðsta sæti þegar spurt þjónustu sveitarfélagsins í heild sinni. Að mati borgarbúa sú þjónusta sem veitt í borginni óviðunandi og alls ekki sambærileg við þá þjónustu sem veitt í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að láta þetta nægja og kem þá aftur upp í umræðunni ef svo ber undir síðan meir. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa hans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú byrja á því að velta aðeins vöngum yfir því hvernig Sjálfstæðisflokknum detti í huga að koma hér með fyrirfram tilbúna bókun áður en umræður hafa farið fram og spurja borgarfulltrúan út í þessar hraklegu niðurstöður sem hann rökstudd ekki neitt. Vegna þess að ég man bara ekki til þess að hann hafi kallað hraklegar þegar þær voru birtar það bil nákvæmlega eins þegar hann var hér í meirihluta og almennt kalla eftir því hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé þá tilbúinn að leggja fram eitthvað tölulegt viðmið góðar niðurstöður í ljósi þess að þó að við séum ekki að mælast jafn hátt og minni sveitarfélögin, þá segjast 79% Reykvíkinga vera ánægð heilt yfir.
Ef þetta eru hraklegar niðurstöður, hvað eru þá fína niðurstöður og hvað væru framúrskarandi niðurstöður? Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Hefur borgarfulltrúinn sent forseta tillöguna? Nei, hún hefur ekki sent hana. Já, þá fara mælendaskrá. Já, þá gerir forseti 2 mínútna hlé á fundi. Tillagan komin.